Jón Kjartan, risastórar áætlanir hjá ykkur samherjamönnum á Reykjanesi. Þið búin að vera að vinna lengi að þessu verkefni? Já, við erum búin að vera aktíft í 1 ár að leita að tækifærum til þess að stofna alvöru landeldi. Og voru náttúrulega, það heyrðist að þið voruð að skoða Helguvíkur, aðstæður í Helguvík líka? Já, það heyrðist ekkert, það var opinbert. Við vorum að skoða Helguvík samhliða og Helguvík er einn af þeim kostum sem við skoðum mjög vandlega. Og þetta er niðurstaðan ykkar að fara út á Reykjanes og vinna þetta með HS Orku og aðalega. Hver er helsta ástæðan fyrir því? HS Orku er náttúrulega með hann auðlindagarð og hann hefur marga kosti sem við viljum sækjast í. Við viljum auðvitað taka þátt í þessari hringrás og erum með afurð sem hentar vel í það. Hins vegar eru þeir með strauma eins og ilsjó sem er notað til að kæla virkjunina sem að nýtist okkur fullkomlega og er í raun og veru mjög stór þáttur í að við ákveðum að fara með þeim. Þið talið 45 milljarða framkvæmd á reynda nokkrum árum, en þetta eru risastóra tölur. Geturðu sagt okkur nokkrar tölur úr þessu stóra dæmi? Já, 45 milljarðarnir eru þá okkar 11 ára plan til þess að byggja upp eldi fyrir 40.000 tonn. Þannig að það er líka stóra tölur og er sambærilegt við stærra en það fiskeldi sem er á Íslandi í dag. Við erum í dag að framleiða 5.000 tonn á 3 stöðum og erum að fara þá yfir í 41 og já, við erum kannski að tala að setja fyrstu seiðin í sjó í lok árs 24 og við erum þá að gera seiðastöð sem myndi framleiða 2,5 milljón seiða. Hún ein og sér er 8.000 rúmlega fermetrar. Við þurfum byggingar sem eru 20.000 fermetrar sem er svipað og álversbyggingarnir í Helguvík sem við vorum að skoða og kannski hljómar þá ekki eins furðulega fyrir marga. Og þannig að þetta eru mjög stórar stærðir og það þarf mjög margt fólk til þess að framkvæma fyrir 45 milljarða og svo þarf annað mjög margt fólk líka til þess að búa til afurðir fyrir aðra 45. Þá kemur að spurningunu varðandi mannafla sem að þið þurfið í þetta fyrirtæki til þess að vinna þetta. Hvernig munið svona standa að þessu? Við teljum okkur þurfa 100 manns í fyrsta áfanga í framleiðsluna, annars vegar í eldið og stýringu á því og hins vegar í vinnsluna og pökkun á laxi. Og það er þá það sem við teljum okkur þurfa í fyrsta áfanga og þetta skalast það upp með áfengunum og svo er þetta mjög auðvelt að reikna annað eins í afleiðstörf og framkvæmdatímanum gerum við okkur ekki grein fyrir stærðunum sem að fólki sem þarf til þess að vinna það. Og fá fyrirtæki til þess að vinna þetta fyrir ykkur og byggja þetta upp? Já, við erum alltaf svo heppin að vera með gott fólk sem hefur hjálpað okkur að hanna og mun þá koma að þessari uppbyggingu. En auðvitað þarf fólk til að smíða og hjálpa okkur að hanna og framleiða, það er bara þannig. Þetta verður mjög umhverfisvænt fyrirtæki? Já, við trúum því og við teljum náttúrulega bara að framleiðsla á fiski og þá sérstaklega laxi er rosalega umhverfisvæn matvælaframleiðsla og það er óumdeilt og síðan þegar þú ert komin inn í þennan garð og ert farin að nýta strauma frá öðrum og gefa svo þriðja aðila kannski strauma til að búa til salat í gróðurhúsi. Það er nú svona það sem við sjáum í framtíðinni, þannig að vonandi verður þetta svona fallegur hringur. Hversu mikil eftirspurn er eftir afurðum eins og þið ætlaði að búa til? Lax er náttúrulega frábær afurð, það er mjög mikil eftirspurn eftir lax í heiminum. Við höfum náttúrulega verið að framleiða lax í mörg ár á landi og hefur gengið vel að selja hann á góðu verði og þannig að við trúum því að eftirspurnin sé nóg. Ef þú skoðar spár laxa, eftirspurnin eftir lax, þá er hann að vaxa og vona massa sem er kannski 2 milljónum tonna, þannig að við höfum ekki ágjörð því. Þið hafi verið með þó nokkra starfsemi á Suðurnesjum nú þegar. Hvað getur sagt okkur aðeins frá henni? Já, á Suðurnesjum í dag erum við í raun og veru með 2 stórar fiskeldisstöðvar sem hingað til hafa verið mjög stórar á alþjóðlega landeldisvísu. Við erum á stað í Grindavík með þar sem við erum að framleiða 2000 tonn af bleikju og svona meir en 1 milljón bleikjuseiði og síðan erum við á Vatnsleysuströnd með bleikjustöð sem er að framleiða 1600 tonn af bleikju og allar þessar afurðir erum við að vinna í Sandgerði í fullkomni verksmiðju sem að
tekur lifandi bleikju og býr til bleikjubita í vakúmi eða hvernig sem þú vilt fá, eða ferska bleikju í flökum. Með byggingunni á Reykjanesi þá þið að hefja starfsemi í 4. sveitarfélaginu á Suðurnesjum sem eru náttúrulega í öllum hinnum. Já, við lítum á þetta sem eitt atvinnusvæði, þannig að við höfum ekki nokkra ágjörð því, við erum bara ánægðir að geta verið á fleiri stöðum. Hvenær áætlið að starfsemin hefjist á Reykjanesi? Já, við áætlum að setja fisk út á Reykjanesi og okkur gengur vel að sækjum leyfin sem við þurfum og deiliskipuleggja og aðalskipuleggja og fara í umhverfismat að geta sett fisk inn í lok árs 2024. Þannig að þið eru bjartsýnir? Við erum bjartsýnir, það þýðir ekkert annað, alltaf bjartsýnir.